Ég heiti Tatjana Latinović og formaður Kvenréttindafélags Íslands. Já, það skiptir gríðarlega miklu máli. Það veitir okkur mikið innblástur að koma á viðburði eins og þennan sem er svona stærsti viðburður í jafnréttismálum í heiminum. Og Ísland hefur staðið sig mjög vel í stjórnvöld í því að bjóða fjölbreyttum samtökum úr grasrótinni að sækja þennan viðburð sem mér skilst ekki svo í öðrum löndum, þannig að íslensk stjórnvöld fá hrós frá okkur fyrir það. En grasrótarhreyfingin auðvitað keyrir málin áfram. Ef það hefði ekki verið fyrir grasrótarhreyfingun þá værum við ekki á þessum stað í dag sem við erum í jafnréttismálum. En enn er verk að vinna auðvitað og mér finnst mjög áhugavert að sjá svona þó að við séum á Íslandi komið mjög langt í jafnréttismálum, þá erum við ekki, við erum að eyju en við erum ekki ein. Það hefur áhrif það sem er að gerast í öðrum löndum, hefur áhrif á stöðu jafnréttismála á Íslandi líka. Og svo auk þess sem við fræðumst hér mikið fáum hugmyndir og innblástur, við fáum líka að hitta marga af samstarfsfélögum okkar frá öðrum löndum, að það eru allir hér, þannig að það er mjög gagnlegt og mikilvægt að vera hér. Ég sótti í gær og í dag þessi viðburði sem Ísland stendur að, sem eru bara frábærir. En fyrir utan það fór ég í gær á 2 viðburði. Fyrsti viðburður var viðburður sem afgönsk sendinefnd við Sameinuðu þjóðirnar skipulagði, sem eru ekki talibanar, heldur fólk sem er að berjast gegn talibanum, og þar töluðu margir afganskir aktivistar jafnréttissinnar og það var bara átakanlegt og svona áminning að við megum ekki gleyma hvað er að gerast þar. Þannig að eftir það fór ég á kanadískan viðburð þar sem var talað notkun tækni í jafnréttismálum og berjast gegn kynbundnu ofbeldi, sem var líka mjög áhugavert. Ísland auðvitað bara stendur sig mjög vel miðað við önnur lönd í jafnréttismálum, þannig að við öll sem búum í Íslandi njótum góðs af því, en í mismiklu mæli. Og þegar það kemur að jaðarsettum hópum, ef jaðarsetta hópa skal kalla, þá finnst mér við ennþá eiga langt í land. Að svona bjóða þeim sömu réttindi og sömu lífsgæði og aðrir hafa, þannig að ég held að sé bara ennþá verk að vinna þar.